Þetta á Partístofu Íslands, partífregnir. Suðurlandi, Suðvesturlandi og Langvesturlandi sem ég hef nokkuð tímann smakkað. Dormbanki, svefneyjar. Lognmolla yfir partíinu, allir sofnaðir. Hríð, versnandi tónlist. Galtarviti logar enn, en Glaumbær brunnin. Fólk vinsamlega beðið að finna sér annan samastað. Austurland að Eskifirði, partí í Grend, þoka, í Grend páfagaukur. Fagurhólsmýri, Fagurhólsmýri. Hæ þar á hóli, partíið byrjað og allir farnir í Scoresbysund. Partískeiti bast ekki frá grund. Nú verður flutt leikritið Rómeó og Júlía eftir Wolfgang Jóhannes Gluck í þýðingu Bjarna Braga Kjartanssonar. Það útvarpsleikhúsið Njörður sem, persónur og leikendur Rómeó, Innriði Kvaran, Júlía, Rúrek Djaskegg. Rómeó, Rómeó, hvar ertu, Rómeó? Júlía, Júlía, ég komin heim, Júlía. Rómeó, Júlía, Rómeó, Júlía. Bíddu, Rómeó, ég þarf. Já. Hvernig var í vinnunni, elskan? Þetta minn eða þinn? Þetta minn. Halló? Þetta Óskalag? Óskalag? Hvað mennur það? Þetta ekki Sníglabandið að spila Óskalög í beinni útsendingu? Heyrðu vinnu, þú ert að hringja hérna í miðjan skets. Skets? Hvað það nú eiginlega? Sko, þetta leikrit, þetta alltaf teipi, við tókum þetta upp á miðvikudaginn og þú getur hringt í kvöld, eftir klukkan 1. Já, þú meinar skels? Já, hringdu þeir verða hérna á Sníglabandi eftir klukkan 1. Já. Og leika fyrir. Allt í leið. Bless. Hvað var þetta eiginlega? Þetta vitlaust númer. En ok. Rómeó! Júlía! Rómeó! Júlía! Rómeó! Júlía! Rómeó! Hey, Rómeó! Rómeó! Það komið að miðdegissögunni, Grámygla og Glóvaldinn eftir Thor Vilhelmsson. Höfundur reynir að stauta sig fram úr eigin texta. Þetta 72. lestur, fyrsti kafli, blaðsíðu 6. Sagan var áður á dagskrá á árunum 1942 til 1976. Smala drengurinn hljóp snögtandi hljóp snögt inn á barinn, hljóp snögtandi inn á baðstofugólfina og var þar barinn í gólfið. Þetta hafði verið ermalangur, erfiður vetur hjá smávindlunum, smáfuglunum, en ekki eins og hjá kaupmanni Sívertsen. Nei, þar höfðu aldeilis verið borin björgin í búin í þá daga. Já, þeir kölluðu ekki allt ömmur sína í þeim efnum, nema þó helst ömmur sínar. Þá komið að miðdegissögunni E-moll í Kattholti. E-moll! Ráðisratti! Nú verða sagðar fréttir. Broddi Broddason segir frá. Frá. Broddi Broddason sagði frá.
Hér var að berast orðsending frá tilfinningaskildunni. Hafís, 11 ára, er beðin að hringja heim strax. Þorkell á Reynsanum, þú hefur alltaf verið vinur okkar. Baddi, við þekktum pappa þinn, skutlað okkur út í skó. Öll partí sem eru komin á trúnaðarstigið eru beðin að láta tilfinningaskilduna vita. Þetta voru 11 fréttir. Það er ein eftir. Þá verða þetta víst 12 fréttir í allt. Hér var að bera stormviðvörun frá partískip Disco. Suðvestur af landinu er 888 millilítra áfengislægð eftir að tollarar stormuðu borð og gerðu upptækan heilan kassa af Clark Gable viskíi. Gráð, sjóarar, óska eftir talsverðum bjór. Æla á stöku stað. Uniroyal Pictures, Tri-Strand Pictures og Columbia Pictures í samvinnu við Metro Goldwyn Mayer og Slaughter-Meyer kynna The Trap in the House of the Rising Sun. It is a house in New Orleans. Eða gildran í húsi hinnar rísandi sólar. Og stórmyndin Do You Dig the Graves? Henni var hálfur af, en ég setti hann nú samt í bók. Eða hefur þú gaman af greifunum? Í ABS TNT Sensor Surround Dolby Stereo í Hafnarbíói. Útvarp Reykjavík, nú verða sagðar 6 fréttir. Fréttir, 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 fréttir. Góðir hlustendur, verið velkomin á þýskusýningu Rásar 2 og Rendela Blöð. Nú, við ætlum að sýna ykkur það nýjasta sem er að gerast í þýskunni í dag. Og hér er komin nýr hönnuður frá Suður-Þýskalandi sem er einkar framúrstefnulegur. Ja, die blauen Gabeln wurden wir in neuen Mundstück einen habeldichten Höhnenwagen. Já, það var nú gaman. Og næst er það þýska með amerískum áhrifum eða amerþýska. David, det er Slaughter-Haven. En navnstift in Flaggen. David, en Wagenblad. Ja. Nú, og nummer 3 er svo kallið eroþýska, sem tekið mjög eroþýsk. Ja, Heidi, mein Spritzenmann-Wagen und ein Mundstück. Ja, das kann man nicht durch den Flag. Já. Að lokum er hér svo Reiður, ungur þjóðveri, sem hefur vakið mikla athygli fyrir alveg heftalega túlkun. Einen blauen Haken, einen roten, einen blauen Stiefel. Einen blauen Hut, einen Flogenwagen, Fiskenwagen. Það held ég, og þá er þessi lokið í dag, en næsta 5 daga verðum við með nýja sýningu eða svo kallaða irsku sýningu. Við þakkum fyrir í dag. Guten Tag. Ja, guten Abend, eine Schlange. Útvarp Reykjavík, nú verða sagaðar fréttir. Broddi Broddason sagaði fréttir. Þetta er á Partístofu Íslands, Partísfregn. Veðurskip, límal. Misti farm af stökum jökkum, drapp ganga vel við brúnar buxur. Á meðan við bíðum eftir næstu partífregnum, syngur söngkonan Ang Maxalík nokkur pottþétt stuðlög. Ang Maxalík lék og söng. Gerir við bílinn ykkar sjálf og látið okkur í frið? Latavegstæði? Hér var að berast orðsending frá hinna opinbera. Öll partí sem er orðin bland lítill eru beðin að láta næstu stuðstöð blandsímans vita strax.
hinni opinberi. Vídeó auglýsir. Við höfum myndirna sem þið eru alltaf dreymt að sjá, en aldrei þorað að biðja. Teenage Dog Orgy. Hapsis her på Hormøyk. Nýdönsk, íslensk kvikmynd. Undskyld. Og Haldi! Spritzen mein Straußzucker, baby! þú færð það hjá okkur. Vídeó... Vídeó hvað? Perrin. Já. Hvað? Þetta eitthvað klambúð? Ert þú bara að hvísla þetta Perrin? Já. Hvað, og seljið þetta bara yfir borðið? Nei, já. Í alvöru? Það nú að gera. Hann tumi fer á knæpur af því að hann gal. Hann tumi fer á knæpur því hann billegast. Og hingað í þáttin komin Tumi Þumall Perrivert. Velkomin. Má ég ekki lauma þumalfingrinum í nöflan á þér? Jú. Þetta ekki naflinn á mér. Þetta heldur ekki þumalfingurinn á mér. Útvarp Eyjólfur, það komið annarri miðdegisögu. Það miðdegissagan Fáetinn eftir Dostojevskí. Jörundur les. Jörundur las.